Matteusar guðspjall, 1. kafli. Ættartala Jesú Krists, sonar Davíðs, sonar Abrahams. Abraham gat Ísak, Ísak gat Jakob, Jakob gat Júda og bræður hans. Júda gat Peres og Sara við Tamar. Peres gat Esrom, Esrom gat Ram, Ram gat Aminadab, Aminadab gat Naxon, Naxon gat Salmon, Salmon gat Bóas við Rahab og Bóas gat Óbeð við Rut. Óbeð gat Ísai og Ísai gat Davíð konung. Davíð gat Salomon við konu Úría, Salomon gat Róboam, Róboam gat Abía, Abía gat Asaf, Asaf gat Jósafat, Jósafat gat Jóram, Jóram gat Úsía, Úsía gat Jótam, Jótam gat Akas, Akas gat Esekía, Esekía gat Manasse, Manasse gat Amos, Amos gat Jósía. Jósía gat Jekonja og bræður hans á tíma útlegðarinnar í Babylon. Eftir útlegðina í Babylon gat Jekonja Sealtíel, Sealtíel gat Serubabel, Serubabel gat Abíút, Abíút gat Eljakim, Eljakim gat Asúr, Asúr gat Sadók, Sadók gat Akim, Akim gat Eliút, Eliút gat Eleasar, Eleasar gat Mattan, Mattan gat Jakob og Jakob gat Jósef mann Maríu, en hún ól Jesú sem kallast Kristur. Þannig eru alls 14 ættliðir frá Abraham til Davíðs, 14 ættliðir frá Davíð fram að útlegðinni í Babylon og 14 ættliðir frá útlegðinni til Krists. Fæðing Jesú varð á þennan hátt. María, móðir hans, var föstnuð Jósef, en áður en þau komu saman reyndist hún funguð af heilögum anda. Jósef, festarmaður hennar, sem var valmenni, vildi ekki gera henni opinbera minkun og hugðist skilja við hana í kyrþey. Hann hafði ráðið þetta með sér, en þá vitraðist honum engill drottins í draumi og sagði: Jósef, sonur Davíðs, óttast þú ekki að taka til þín Maríu heitkonu þína. Barnið sem hún gengur með af heilögum anda. Hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa líð sinn frá syndum hans. Allt var þetta til þess að rætast skildi það sem drottin lét spámanninn boða: sjá, yngismær mun þunguð verða og fæða son og lætur hann heita Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þegar Jósef vaknaði, gerði hann eins og engill drottins hafði boðið honum og tók konu sína til sín. Hann kenndi hennar ekki fyrr en hún hafði alið son, og hann gaf honum nafnið Jesús. Matteusar guðspjall, 2. kafli. Þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Heródesar konungs, komu vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu: hvar hinn nýfæddi konungur gyðinga? Við sáum stjörnu hans renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. Þegar Heródes heyrði þetta varð hann skelkaður og öll Jerúsalem með honum. Og hann stemdi saman öllum æðstu prestum og fræðimönnum og spurði þá: hvar á Kristur að fæðast? Þeir svörðu honum: í Betlehem í Júdeu, en þannig ritað hjá spámanninum: þú Betlehem í landi Júda, ekki ert þú síst meðal hefðarborga Júda, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir líðs míns Ísraels. Þá kallaði Heródes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim hvenær stjarnan hefði birst. Hann sendi þá síðan til Betlehem og sagði: farið og spyrjist vandlega fyrir barnið, og þið finnið það, látið mig vita til þess að ég geti einnig komið og veitt því lotningu. Þeir hlýddu á konung og fóru. Og stjarnan sem þeir sáu austur þar fór fyrir þeim uns hana bar þar yfir sem barnið var.
Þegar þeir sáu stjörnuna glöddust þeir harla mjög. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu móður þess, fjallu fram og veittu því lotningu. Síðan luku þeir upp fjárhirslum sínum og færðu í gjafir, gull, reykelsi og myrru. En þar sem þeir fengu bendingu í draumi að snúa ekki aftur til Heródesar, fóru þeir aðra leið heim í land sitt. Þegar vitringarnir voru farnir, þá vitrast engill drottins Jósef í draumi og segir: Rís upp, tak barnið og móður þess og flý til Egyptalands. Þar skaltu vera uns ég segi þér, því að Heródes mun leita barnsins til að fyrirfara því. Jósef vaknaði, tók barnið og móður þess nóttina og fór til Egyptalands. Þar dvöldust þau þangað til Heródes var allur. Það átti að rætast sem drottinn lét spámanninn segja: Frá Egyptalandi kallaði ég son minn. Þá sá Heródes að vitringarnir höfðu gabbað hann og varð afar reiður, sendi menn og lét myrða öll sveinbörn í Betlehem og nágrenni hennar, 2 vetur og yngri, en það svaraði þeim tíma hann hafði komist að hjá vitringunum. Nú rættist það sem Jeremía spámaður hafði sagt fyrir rödd heyrist í Rama, harmakvein, beiskur grátur, Rakel grætur börnin sín, hún vill ekki huggast láta, því að þau eru ekki framar lífs. Þegar Heródes var dáinn, þá vitrast engill drottins Jósef í draumi í Egyptalandi og segir: Rís upp, tak barnið og móður þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf barnsins. Jósef tók sig upp og fór til Ísraels lands með barnið og móður þess. En þá hann heyrði að Arkelás réð ríkjum í Júdeu í stað Heródesar föður síns, óttaðist hann að fara þangað og hélt til Galíleu byggða eftir bendingu í draumi. Þar settist hann að í borg sem heitir Nasaret, en það átti að rætast sem spámennirnir sögðu fyrir Nasarei skal hann kallast. Mattheusar guðspjall, 3. kafli. Á þeim dögum kemur Jóhannes skýrari fram og prédikar í óbyggðum Júdeu með þessum orðum: Takið sinnaskiptum, himnaríki í nánd. Nú rættist það sem Jesaja spámaður segir: Rödd hrópanda í eyðimörk, greiðið veg drottins, gerið beinar brautir hans. Jóhannes bar klæði úr úlfaldahári og leðurbelti lendar sér og hafði til matar engisbrettur og villihunang. Menn streymdu til hans frá Jerúsalem, allri Júdeu og Jórdanbyggð, létu hann skýra sig í ánni Jórdan og játuðu syndir sínar. Þegar Jóhannes sá að margir farísear og saddúkear komu til skýrnar, sagði hann við þá: Þið nöðru kyn, hver kenndi ykkur að flýja komandi reiði? Sýnið í verki að þið hafið tekið sinnaskiptum, látið ykkur ekki til hugar koma að þið getið sagt með sjálfum ykkur: Við eigum Abraham að föður. Ég segi ykkur að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin þegar lögð að rótum trjánna og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upp höggvið og því í eld kastað. Ég skýri ykkur með vatni til þess að þið takið sinnaskiptum, en sá sem kemur eftir mig mér máttugri og ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra ykkur með heilögum anda og eldi. Hann með varpskófluna í hendi sér og mun gjörhreinsa láfa sinn og safna hveiti sínu í hlöðu, en hismið mun hann brenna í óslökkvanda eldi. Þá kom Jesús frá Galíleu að Jórdan til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði: Mér þarf að skýrast af þér og þú kemur til mín.
Jesús svaraði honum: Lát það nú eftir, þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Og Jóhannes lét það eftir honum. En þegar Jesús hafði verið skírður, sté hann jafnskjótt upp úr vatninu, og þá opnuðust himnarnir, og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig, og rödd kom af himnum: Þessi er minn elskaði sonur, sem ég hef velþóknun á. Matteusar Guðspjall, 4. kafli. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðina til þess að djöfullinn gæti freistað hans. Þar fastaði Jesús 40 daga og 40 nætur og var þá orðinn hungraður. Þá kom djöfullinn og sagði við hann: Ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessir verði að brauðum. Jesús svaraði: Ritað er: Eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Þá tekur djöfullinn Jesú með sér í borgina helgu, setur hann á brún musterisins og segir við hann: Ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan, því að ritað er: Hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér að þú steytir ekki fót þinn við steini. Jesús svaraði honum: Aftur er ritað: Þú skalt ekki freista drottins Guðs þíns. En tekur djöfullinn hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims og dýrð þeirra og segir: Allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbiður mig. En Jesús sagði við hann: Vík brott, Satan, ritað er: Drottinn Guð þinn skalt þú tilbiðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullinn frá Jesú og englar komu og þjónuðu honum. Þegar Jesús heyrði að Jóhannes hefði verið tekinn höndum, hélt hann til Galíleu. Hann fór frá Nasaret og settist að í Kapernaum við vatnið í byggðum Sebúlons og Naftalí. Þannig rættist það sem Jesaja spámaður mælti: Sebúlons land og Naftalíland við vatnið, landið handan Jórdanar, Galílea heiðingjanna. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Yfir þau sem búa í skuggalandi dauðans skín ljós. Upp frá þessu tekur Jesús að prédika og segja: Takið sinnaskiptum, himnaríki er í nánd. Jesús gekk meðfram Galíleu vatni og sá 2 bræður, Símon sem kallaður var Pétur og Andrés bróður hans, vera að kasta neti í vatnið, en þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá: Komið og fylgið mér og ég mun láta ykkur menn veiða. Og þegar í stað yfirgáfu þeir netin og fylgdu honum. Hann gekk áfram þaðan og sá 2 aðra bræður, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans. Þeir voru í bátnum með Sebedeusi föður sínum að búa net sín. Jesús hvatti þá til fylgdar við sig og þeir yfirgáfu jafn skjótt bátinn og föður sinn og fylgdu honum. Jesús fór nú alla Galíleu, kenndi í samkundum þeirra, prédikaði fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskyns sjúkdóm og veikindi meðal fólksins. Orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum, voru haldnir illum öndum, tunglsjúkamenn og lama, og hann læknaði þá. Mikill mannfjöldi fylgdi honum úr Galíleu, Dekapólis, Jerúsalem, Júdeu og landinu handan Jórdanar. Matteusar Guðspjall, 5. kafli. Þegar Jesús sá mannfjöldan gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá hóf hann að kenna þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hóværir, því að þeir munu jörðina erfa.
Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru hjartarhreinir, því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir, því að þeirra er himnaríki. Sæl eru þér þá menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Gleðjist og fagnið, því að laun yðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Þér eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleygja því og troða undir fótum. Þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna, að þeir sjáu góðu verk yðar og vegsami föður yðar sem er á himnum. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið en að spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns allt er komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki, en sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Ég segi yður, ef réttlæti yðar ber ekki af réttlæti fræðimanna og farísea, komist þér aldrei í himnaríki. Þér hafið heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki morð fremja. Sá sem morð fremur skal svara til saka fyrir dómi. En ég segi yður, hver sem reiðist bróður sínum skal svara til saka fyrir dómi. Sá sem hrakyrðir bróður sinn skal svara til saka fyrir ráðinu og hver sem svívirðir hann hefur unnið til eldsvítis. Sértu því að færa fórn þína á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróður þinn, koma síðan og færa fórn þína. Vertu skjótur til sátta við andstæðing þinn á meðan þú ert enn á vegi með honum, til þess að hann selji þig ekki dómaranum í hendur og dómarinn þjóninum og þér verði varpað í fangelsi. Sannlega segi ég þér, eigi munt þú komast út þaðan fyrir en þú hefur borgað síðasta eyri. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt ekki drýja hór. En ég segi yður, hver sem horfir á konu í girndarhug hefur þegar drýgt hór með henni í hjarta sínu. Ef hægra auga þitt tælir þig til falls, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en öllum líkama þínum verði kastað í helvíti. Ef hægri hönd þín tælir þig til falls, þá sníð hana af og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en allur líkami þinn fari til helvítis. Þá var og sagt, sá sem skilur við konu sína skal gefa henni skilnaðarbréf. En ég segi yður, hver sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök, verður til þess að hún drýgir hór. Og sá sem gengur að eiga fráskilda konu, drýgir hór. En hafið þér heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki vinna rangan eið, en halda skaltu eiða þína við drottinn. En ég segi yður
að þér eigið alls ekki að sverja, hvorki við himininn, því að hann hásæti Guðs, né við jörðina, því hún skör fóta hans, né við Jerúsalem, því hún borg hins mikla konungs. Og eigi skaltu sverja við höfuð þitt, því að þú getur ekki gert eitt hár hvítt eða svart. En þegar þér talið, sé já yðar já og nei sé nei. Það sem umfram kemur frá hinum vonda. Þér hafið heyrt að sagt var auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segi yður, rísið ekki gegn þeim sem gerir yður mein. Nei, slái einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreyta lög við þig og hafa af þér kyrtil þinn, gef honum eftir yfirhöfnina líka. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum 2. Gef þeim sem biður þig og snú ekki baki við þeim sem vill fá lán hjá þér. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður. Þannig sýnið þér að þér eruð börn föður yðar á himnum, lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigið þér fyrir það? Gera ekki tollheimtumenn hið sama? Og hvað það þótt þér heilsið bræðrum yðar og systrum einum? Það gera jafnvel heiðinir menn. Verið því fullkomin, eins og faðir yðar himneskur fullkomin. Mattheusar Guðspjall, 7. kafli. Varist að iðka réttlæti yðar fyrir mönnum þeim til sýnis, annars eigið þér engin laun hjá föður yðar á himnum. Þegar þú gefur ölmusu, skaltu ekki láta þeyta lúður fyrir þér eins og hræsnarar gera í samkunduhúsum og á strætum til þess að hljóta lof af mönnum. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú gefur ölmusu, viti vinstri höndin ekki hvað sú hægri gerir, svo að ölmusa þín sé í leinum og faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Og þegar þér biðjist fyrir, þá verið ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og biðjast fyrir í samkundum og á gatnamótum til þess að menn sjái þá. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú biðst fyrir, skaltu ganga inn í herbergið þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem í leinum. Faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Þegar þér biðjist fyrir, skulu þér ekki fara með fánýta mælgi eins og heiðingjarnir. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína, líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þér þurfið áður en þér biðjið hann. En þannig skulu þér biðja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ef þér fyrirgefi mönnum misgjörðir þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Þegar þér fastið, þá verið ekki döpur í bragði eins og hræsnarar. Þeir afmynda andlit sín svo að engum dylst að þeir fasta. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú fastar, þá smýr höfuð þitt og þvo andlit þitt, svo að menn verð ekki varir við að þú fastir, heldur faðir þinn sem í leinum.
og faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið yður heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki eyðir mölur né ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóður þinn mun og hjarta þitt vera. Augað lampi líkamanns. Sé augað þitt heilt, mun allur líkami þinn bjartur. En sé augað þitt spillt, verður allur líkami þinn dimmur. Ef nú ljósið í þér myrkur, hvílíkt verður þá myrkrið. Enginn getur þjónað tveimur herrum. Annarkvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getið ekki þjónað Guði og mammón. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufull lífiðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar hverju þér eigið að klæðast. Lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir né uppskera né safna í hlöður, og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví eru þér áhyggjufull klæðnað? Hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaksa. Hvorki vinna þær né spinna, en ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skríðir svo gras vallarins, sem í dag stendur en á morgun verður í ofn kastað, skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trú lítil. Segið því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stunda heiðingjarnir, og yðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning.